Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Og það í dag, þá hérna nýsköpunardagurinn hjá okkur og þetta sem sagt, má eiginlega segja kannski einhvern upp 2010, þá byrjuðum við að með dálítið öflugu námskeiði hérna fyrir alla kennara í skólanum og bara alla kennara að fljótastýra og unnum hérna dálítið öfluga grunnvinnu í sambandi við nýsköpun og þá var líka hugmyndir svolítið að draga þessar nýsköpunar hugmyndir sem út í samfélaginu inn í skólan svona til að efla staðarstolt nemenda og upplýsið og það sem við vita umhverfið og það sem fólk að gera, hvað er með hráefni, hvaðan kemur hráefni og við leggjum svolítið upp úr því hérna í skólanum til dæmis að vinna með hráefni sem er hérna úr umhverfinu, eins og til dæmis í smíðum og vinnaði svolítið með við bara hérna af héraðinu. Annað hvert ár hefur Egilsstaðaskóli í samstarfi við aðra skóla á héraði staðið fyrir nýsköpunardegi sem haldinn hefur verið í Sláturhúsinu en í ár var ákveðið að fara nýja leið. Dag er nýsköpunardagur skólans okkar og hérna að prófa það að fá foreldra, fá foreldra og nemendur hérna núna seinni part dags stund í skólan þar sem nemendur eru að segja frá sínum hugmyndum og foreldrar eru að skoða og fá líka smá bland, fá fyrirtæki og hugmyndasmiði bara úr samfélaginu til að koma hérna og segja frá sínu starfi, hvernig þau byrjuðu og svo erum við með bara annað starf í skólanum sem líka tengist þessu eins og notkun á mikrobit-tölvunum sem er hérna upp í uppsikaverinu og krakkarnir sem fóru í legokeppnina fyrir okkur, voru legoliðið okkar, fóru í haust og stóðu sér mikil prýði. Þau eru svolítið að segja frá sinni vinnu og bara hvað vinna í kringum það. Við erum að tengja þetta allt saman. Þannig að það er svolítið mismunandi áherslur, við ákveðum það líka svolítið í hver skipti. Yngstu krakkarnir hérna eru að vinna með spil og voru að búa til svona ýmiss konar útgáfur af spilum. Maður dregur spurningu og lætur næsta mann hérna lesa og það en það þá lætur einn svona tímaglös og hann að giska á spurninguna og ef hann fær rétt þá fer hann einn rétt áfram. Ef hann fær vitlaust fer hann einn tilbaka. En þannig að þegar við erum búin að gera fleiri spurningar þá verður það miklu fleiri en þegar við spilum það bara núna þá bara ein spurning á mann. Þið eftir að gera alla spurningarna? Já, og ef maður kemst hérna á 5 og það kemur hérna hindrun eða eitthvað. Þetta er heppni, þá fann maður heppnina. En ef maður er að svara í fyrsta og maður fer á einhverja svona hindrun sem að lætur maður til dæmis fara tilbaka eða eitthvað, þá má maður fara yfir ef maður svarar rétt. Annars fer maður á hindrunina. Frá 4. bekk og upp í 7. bekk þau voru að reyna að fara í gegnum þetta nýsköpunarferli, kanna, finna þarfir og reyna að finna hugmyndir að lausnum, velja síðan hugmynd sem þau vilja vinna með áfram, setja hana fram og þetta tengjum við líka við nýsköpunarkeppnina sem er haldin á vorin, bara grunnskólanemendur á miðstigi á Íslandi. Þannig að við erum að vinna líka, þau eru að undirbúa sínar tillögur fyrir nýsköpunarkeppnina og eru svona þessi grunnvinna sem þau eru að vinna núna og eru að kynna í dag, það er svona líka grunnar því sem þau ætla kannski að senda inn, þeim hugmyndir sem þau ætla að senda inn í þá keppni. Og maður setur hann semst bara í eitthvað skáp, bara í hurðina og svo bara skannar það yfir allan skápinn eða ísskápinn eða eitthvað og ef það er eitthvað myklaður inni þá fær maður hringingu í símann og svo þú veist, já, maður getur bara sett það í bara fullt af skápum og maður getur bara keypt alls konar svona og hvernig datt ykkur þetta í hug? Það er bara svo óþolandi ef maður er eins og nýbúinn að kaupa ost, kannski myklaðan heldur að það sé til nógu ost, svo fer maður út í búð og kaupir allt annað nema ost. Og svo bara þegar maður kemur heim þá er ekki til neitt ostur út af hér þarf að fara í ruslið. Þær vinkonur stefna á að senda þessa hugmynd sína ásamt fleiri hugmyndum í nýsköpunarkeppni sem haldin er fyrir miðstig grunnskólan á landinu og hafa nemendur frá skólanum áður átt fulltrúa þar. Við erum bara með rosalega mikið af hugmyndaríkum krökkum hérna hjá okkur og við finnum líka bara að þeim finnst þetta gaman
Og ég finn það líka bara á kennurunum. Þetta er náttúrulega höfðað mismunandi til áhugasviðs kennara. Sumir hafa mikinn áhuga á nýsköpun, aðrir hafa kannski fengið mikinn áhuga á nýsköpun bara í gegnum það að vera að vinna hérna. Áhuginn hefur bara aukist og líka bara við að sjá bara hvað krakkarnir eru í rauninni upptendruð yfir þessu. En elstu krakkarnir þau eru voru með svona aðrar áherslur, voru að hugsa í 8. bekknum þá voru að tengja þetta við loftslagsmál. Það var vinna sem var bara í gangi hjá þeim og þau ákváðu bara að tengja þetta við hana. En í 9. og 10. bekk þá voru meira að tala um umhverfi, búa til umhverfi, skoða til dæmis bara hluti svo gatnamótin í bænum eða einhver reiti sem eru ónýttir og svona koma með hugmyndir, vinna saman að því. Verkefnið gekk út á það að bara búa til borg sem að okkur bara, hefði langað að búa í og bara, selja borgina svona fyrir annað fólk. Og okkur fannst mikilvægt að reyna að endurspegla skólann smá, þannig við ákveðum að hafa þetta í sama lit og skólinn er mest partinn og við vildum líka endurspegla veðrið sem er núna, þannig við ákveðum að hafa skautasvell í miðjunni. Borgin þeirra ber nafni El Malía, en hvað skildi þeim finnast best við borgina? Það er strönd. En þú? Veistu, þú ert bara að spyrja mig hluti sem ég er ekki búin að kynna mér. Nei. En þú? Ég myndi segja garðurinn. Bara skautasvellið. Við reynum að hafa þetta svona ákveðna áherslu árlega, þannig að þau eru ekki að vinna kannski allt árið með nýsköpun, heldur reynum að vinna þetta svona í ákveðin tíma og það er svona svolítið mismunandi hvernig þetta tiltekst. Nú reyndum við að vinna þetta bara öll á svipuðum tíma og stefna bara þennan endapunkt núna í janúar, það er svona kannski smá svona aðeins rólegra yfir og þetta er fyrsta skipti sem við erum með hana á þessum tíma, við höfum verið með hana á vorin annars. Þannig að við höfum svona eftir að sjá hvernig okkur fannst þetta takast til og þessi dagur. Ég er bara rosa glöð að sjá alla þessa foreldra og alla þessa krakka og horfa á alla þessar hugmyndir og það er bara ómetanlegt. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.